Ja, það er 10 stiga tap fyrir, já má segja ekki fendum þessa tíma. Hvað er að gerast hjá okkur í þessum leik? Hvað tapið þessum heldur? Við töpuðum svona bara á 34 stigum í seinni hálfleik og lélegu executioni sóknarlega. Tölum að fyrir leika að reyna að hreyfa þá, bæði með bolta og body movement, en það var ekki alveg upp á teiningunni hjá okkur, sérstaklega í seinni hálfleik. Fínasti fyrir hálfleikur svo sem var með erfiðleikum með Kanahöfn, fyrir hálfleik, en betri sóknarlega en vorum bara algjörlega off pace sóknarlega í seinni hálfleik. Eins og þú segir, þið voru með, hann skoraði 24 stig mann rétt í fyrri hálfleik, en þið virtu samt alveg vera, já ég meina þetta var samt alveg leikur. Þetta var ekkert, Valur var ekkert að rústa þráttur að vera einu stigi yfir í hálfleik, skilur við. Þetta var svolítið skrítin hálfleikur, ég meina við förum inn og okkur finnst við að vera 10 og nokkur betri play varnarlega í fyrri hálfleik og við erum 10, skilur við. En sóknarlega, þú veist, við getum að skoða þetta aftur, en við verðum bara svolítið staðir sóknarlega og förum svolítið svona vonda menn sem förum að leita einföldu fljótum hlutum í sókninni í staðan fyrir að leyfa sókninni að vinna allar 24 sekúnduna. Því við vitum að þeir brotna niður á öðru axinni. Þeir eru rosalega góðir að dekka fyrsta en brotna oftast niður á öðru. Þannig að, já, við þurfum bara að skoða það og verða betri. Við mætum kláraður næst þegar við spilum. Þú spurði út í atvikið þegar Darri er rekinn undir húsi. Hvað nákvæmlega? Sagði ekki. Sagði eitthvað Helga sem hann mislíkaði. Helgi var lítill og gaf hann tænihullu sem hann er rétt. Já. Það var tænihullu en full harkalegt að þeir báðir komi og veist, það var svona eitthvað tænihullu tag team hann hjá hann. Hann var rekinn undir húsi? Já, það var rauninni 2 gul sko. Já. 2 gul sko back to back. Já, alveg svona myndin. Það var ekki villa í tölfræðiforritinu þegar Nei, bara 2 tænihullu. Þetta var alltaf gali, Kobbi er að elta boltan og Hjálmar fer í gegnum hann og Kobbi fær ásinsvillana, ódýramæstum, það er skrifin dóm. Nú er, eins og svo oft hefur verið sagt síðustu viku og vikur, er þetta með jafnari deildum sem við höfum séð. Þið samt hafi verið hvað heitasta liðið síðustu vikur. Hvað þarf Káur að gera til að skoppa tilbaka eftir svona? Leikirnir koma nú svo fljótt að við höfum, það er fyrsta vikan sem við fáum núna, heila vikan í frí, þannig að við þurfum bara að í grúp og mæta klárir og þurfum að sýna eins betri anda innan hópsins fannst mér. Við duttum svolítið niður allir, við verðum svolítið litlir í seinni hálfleik, fórum svolítið inn í okkur, bæði við sem vorum inn á vellinum og við sem vorum á bekknum. Og við þurfum að mæta bara með kassan úti og verða svolítið stórir í næsta leik og eins og Káur gerir og vinna. Það er langt ferðalag fyrir höndin, eða það lengsta í deildinni? Nei, við erum komið klukkutími inn í íþróttahúsdafi. Frá flugvelli til íþróttahúsið, klukkutími. Þannig að þetta er bara, menn eru bara að halla sér aftur og lesa góða bók. Já, ekki eitthvað svona in-flight magazine og við lesa á leiðinni. Hjá Icelandair? Já, er Iceland, það er ekki svo leið. Herru, bestu þakkir. Takk fyrir það.